Herðu, já, ég sá það á Facebook í dag að það var vinir mínir sem eru hommar að dreifa svona hvað heitar svona síður þar sem að fólk að safna til þess að gera ykkur stórvirki og það var bók sem var í smíðum homm á Íslandi, saga homm á Íslandi frá landnámi fram yfir hernám, minnir mig að hafi verið sagt í útskýringunni og höfundurinn sem að semja þessa bók hún Særún Lísa Birgisdóttir sem hingað komin. Sæll. Þetta svo forviðinlegt efni að mér langaði að heyra aðeins af þér. Ég veit að við getum ekki núna í stuttu samtali farið yfir 1100 ára gamla sögu. En það samt svona, má ég spyrja þig fyrst, af hverju ertu að skrifa sögu homm á Íslandi? Sko, ég fór í þjóðfræði fyrir mörgum árum og álpaðist einhvern veginn inn á það að fara að rannsaka homm á hernámsárunum. Og gerði BA-ritgerðina mín það og svo seinna mastersritgerðina sem ég hélt áfram með þetta efni. Og síðan ég búin að fara út allt með alls konar kynningar, fræðsluerindi og alls konar og það alltaf verið að biðja mig að skrifa þessa bók. Það tímabil. Þetta tímabil, sko, hernámstímabil. Sem svolítið áhugavert af því þar kemur mikið inn til landsins af erlendu karlmönnum og örugglega margir þeirra samkynhneigðir og þannig að það hlýtur að verða svona einhver degla og... Já, þetta raunverulega opnaði svolítið dyrnar fyrir homm á Íslandi og ég held því fram að alveg fullu fettum að þetta raunverulega verið svona vísirinn að samfélagi homm á Íslandi. Orðið til þarna? Já, vegna þess að þegar herinn koma þá raunverulega uppgötuðu menn kynhneigð sína vegna þess að það voru margir sem höfðu náttúrulega burðast með þessar kenndir og eina sem þeir höfðu heyrt svona menn voru að þeir voru barnaníðingar, bara algjör úrhrök og bara viðbjóðslegir, sko. En þarna, og héldu kannski að þeir væru einir í heiminum, það væri engin annar eins og þeir. Svo gerist það þegar herinn kemur og þá fara þessi menna einhvern veginn, þessi geitar þarna á milli sem oft að tala fólk, þannig að þeir kynntust þessu. Þá er það að segja að Bretarnir eða Bandaríkjamenn sem komu hingað hafi komið út úr samfélögum sem voru einhver leyti þroskari, þar sem að menn... Já, það þekktist í hernum, sko, og það var náttúrulega, sagði engi frá. Nei. Og ég fekk alveg frábæran heimildamann sem heitir Þóri Björnsson, sem látinn núna, fyrir 2 árum held ég, 3. Og hann var í ástandinu, Þórir, og var bara, sem sagt, mjög örlátur á sögum. Ég held að við höfum mynd af Þóri sem að þú... Já, mynd af honum ungum, þarna, myndalegu maður. Mjög. Og hann var þarna, þetta akkurat þeim tíma sem hann hefði verið, en hann sem sagt, var 15 ára þegar herinn kom. Og hann fór alveg all in, sko, og lenti oft í vandræðum að því hann var búin að búa til 3 deyta á einu kvöldi og allt þetta, sko, en hann hefur verið svona bleiku skýi að koma inn að loksins að gangast við kynniði sinni og njóta lífsins. Já, og hann sagði, sko, við mig að þetta hefði verið svo dett hann í konfettkassa. Og hann vildi bara smakka á öllum mólunum og svolítið þannig og svo, meðan ég var að rannsaka hernámsárin, þá fór ég svona einhvern veginn alltaf lengur og lengur alltaf einhver forsaga og enda náttúrulega bara að skoða eddukvæðin og svona ég fór bara að skoða, það náttúrulega ekkert samkynhneigð í þessu en það náttúrulega í Íslendingasögunum talað ergi, semst að vera argur eða ragur og það það sama raunverulega. Það notað sem smánaryrði. Já, algjör smánaryrði. Það var náttúrulega aldrei neitt jákvætt við það, sko. Já, það bara jafn grimmt og að segja hommi 1960. Já, nákvæmlega. Kynvillingur síðan aðeins eða fyrr og þannig að ég fór að skoða það og maður fann náttúrulega bara viðhorfin. Þú veist, hvernig var talað þessar menn sem á einhvern hátt, þá var líka tengt við að vera kvenlegur. Það varst ekki hetja Íslendingasagna að þú varst bara kvenlegur ræfill, það var bara þannig. En það var ekki, það var eitt af verstu glæpum á tímum Íslendingasagnanna var að bera út þann óhróður einhvern að hann væri argur. Og það gaf leyfi, þetta var hæsta refsing sem til var við því, að bera þessi illmæli upp á nokkurn mann. Og þú hafði rétt á að hefna þín með því að drepa aðilann sem farið út fyrir þig. Og þetta í Grágás, gömlu lögunum. Og það á undan í Gulaþingslögum sem komið frá Noregi og það minnst á þetta þar. Þarna sér maður ekki samkynhneigðra heldur bara afstöðu samfélagsins til. En við vitum þá, hún hefur alltaf verið til og í umræðin einhvern veginn. Og þessi menn hafa alltaf þurft að berjast
fyrir tilverurétti sínum. Og síðan kemur náttúrulega svartur tími til siðaskiptin og það og ekkert gerist. Síðan farið að safna þjóðsögunum okkar og þá náttúrulega ekkert talað ekkert, þú veist, það ekkert talað ergi, það eins og það hafi bara horfið. En svo farið að tala sko, maður getur lesið svona þjóðsögur og sett á sig svona hommagleru hálfgerð, eða talað þannig, og farið að lesa þjóðsögurnar okkar, að þá eru til dæmis sögur af 2 drengjum sem að ákveða það að fara saman og búa einhvers staðar og voru þá gerðir á útilegumönnum, sko, það voru kallaði bara útilegumenn. Þú veist, það alveg hægt að finna eitthvað svona, þú veist, viðhorfin. Í einhverjum huldufólkssögum að þá talað til dæmis að einhver ungur maður fór með prest, það var alltaf prestar, og fór prestur sem satt inn í einhver hulduhól og þar voru 2 huldustúlkur, álfkonur, ein yngri og ein eldri, og presturinn svaf hjá þessari eldri og hann var bara vanur að fara þarna. Strákurinn álpaðist með og hann neitar að sofa hjá konu. Og eftir það voru lögð á hann álög að hann myndi aldrei, hann myndi vera fallegur og fríður og alla konur girtast hann, en hann gæti ekki ná sér í konu, hann myndi aldrei sem að getur verið lýsing og örlugum samkynhneigðs í samfélagi sem já, fallegur velgefinn maður og hann var að finna eitthvað svona ástæðu fyrir því, sko. Og það og síðan bara raunverulega ekkert nema maður lesið svolítið svona í þessar gömlu þjóðsögur, sko. Þannig að þú til að elta svona reik, eitthvað svona merki spor í sandi sem að einhver hefur stigið. Ef ég myndi spyrja þig, hvað svona elstu dæmin það sem þú getur bent á að hér þessi maður hommi? Sko, elstu dæmin sennilega Ólafur, nei, reyndar eldklerkur sem skaftaraldar voru, 1700 og eitthvað. Að hann segir frá því að þeir fyrstu eldarnir sem komu, það var Geirlandi og það var lítið kot fyrir austan og þar segir hann í þessi eldklerkur í sinni frægu ræðu sem hann heldur predikun, þá segir hann að það hafi verið fyrsti eldur sem laust bæ var þarna hjá þessum 2 mönnum sem höfðu farið gegn eðli sínu og flutt saman og þess vegna hafi Guð lostið á eldi. Þess vegna var það fyrsti bæri sem fór í eyði og ég leitaði þessum mönnum og þau voru til, sko, og þú veist, í kirkjubókum, en eftir þetta þá voru þeir fannst það eitthvað á annað en bara nafnið og þessa tilvísun í Jón Stakkinsson? Giftust báðir og eignast börn eftir þetta. Já. Ég fann alveg heimildirnar þá, sko. Þannig að þetta var alveg rétt, þeir byggu þarna saman en eftir þetta þá voru þeir skildir að Guð skildi það með þessu, segir eldklerkur. Síðan ekkert fyrir bara Ólafur Davíðsson. Ólafur Davíðsson, við erum með líka mynd á honum, Ólafur Davíðsson, við erum með 2 Ólafa hérna. Já. Þetta hann. Já. Það var nú gefin út nýlega bók dagbækurnar hans, eða ekki? Jú, hann Þorsteinn Antonsson, held ég hann heiti, já, ég minni það. Það var dagbækurnar hans voru gefnar út, sko, 1950 eitthvað, ég man ekki. Þá var alveg sleppt mörgum lýsingum og höfundurinn þá segir ég sleppti nokkrum setningum bara sem ég fannst ekkert eiga heima þannig að eiga ekkert erindi til fólks og var bara ekkert merkilegt. Og síðan gefur Þorsteinn Antonsson þetta út í bók sem heitir... Þá gefur ljósa setningarnar þar sem hann er tala samkynhneigð. Já, hann að tala ástmann sinn. Geir Sæmundsson sem síðan var vígslubiskup. Þannig að, og hann mjög opinn skár ástarallót og allt þetta, sko. Og hann var bara mjög opið með þetta. Eitthvað þá breyst, nema Ólafur Davíðsson sérstakur maður. En eitthvað verið það breyst fyrst að hann situr á kvöldin og skrifa dagbókina sína og þetta eru fallega lýsingar. Já, mjög. Það er ekki sektarkennsem, þetta er ekki þannig skrif. Nei, Það ég held að er eitthvað hefur breyst í samfélaginu. Eitthvað starf til samfélag sem að hann fær allavega að horfast í augu við sjálfa sig án þess að vera fullur af skömm og reiði. Algjörlega. En hann var mjög sérstakur og þannig að sko pappans var prestur og ég las allar bréfin til pappans þeirra á milli, sko, og hann óbúslega sérstakur Ólafur og hann vill standa á móti, hann svona uppreisnar strákur sem hann vill bara og hann bað að dagbækurnar sinni yrðu birtar og vildi og skrifar í þær, skilur, að hann vonast til að þær verði birtar. Það var alltaf ætlun hjá honum, sko. Það hefur verið sérstakur maður, svona mikil andi. Mjög sérstakur. En hann fór illa, fór til Kaupmannahafnar, sigldi, náði aldrei að klára próf, hann var mjög klár, nam náttúrufræði og heimspeki en hann náði aldrei að klára og hann fór svolítið var drykkjumaður og
og það svolítið fór ekki margar sögur á því lífi hjá honum sko. En hann var þunglyndur og það sést alveg í gegn á bréfunum hvernig hann fer svona hægt og hægt niður þegar hann skrifa föður sínum sko. Mjög hreinskilinn við hann og maður sér Hann lifir ekki svona hvað hefur segja frjósum lífi, þá ekki að við börn svona það verður ekki. Nei, hún farnast ekki vel. Nei, hún farnast ekki vel, en hann farnast, hann var gáfaður og hann safnaði fullt af þjóðsögum, hann gerði fullt af hlutum sko. En síðan kemur hann til Íslands og flytur heim til foreldra sinna og hann drukknar á voveiglegan hátt og það skrifað það bæði í minningagreinum og öðru hann að það skilur enginn hvernig hann fór að því að drukkna í Hörgárdal svo mjög lítið í ánni og tekið fram og hann var allsgáður þegar hann lést, að þegar hann fór einhvers staðar frá og þá var hann ekki búinn að drekka neitt sem þótti alveg merkilegt sko. Og þannig að hann það var alltaf talað sko, hverju dó hann fannst mörgum að skrítið og það var svona gefið í skyn svona nánustu vinir hans að þetta hefði ekki verið eðlilegt sko. Þannig að það var svona að hann hefði tekið sitt eigin líf sko. Þannig að maður veit ekki sko og það, maður veit ekkert hvort að þetta hafi það burðast með að vera samkynhneigður eða eitthvað skilur við getum náttúrulega aldrei sagt það. En þú segir sögur af mönnum og í gegnum svona persónusögu þeirra þá ertu að segja líka stærri sögu og það eru fleiri sem þú segir, það að nafn hans við höfum með mynd af Ólaf Gossara. Uppáhaldsmaðurinn minn hann yndislega kallgreinlega. Nei, þetta er ekki hann. Haraldur Hamar. Það er ekki með mynd af honum. Nei, líklega ekki með mynd af honum. Já, það var líka Ólaf Gossara. Já, en allavega þá var hann svona flækingur sem að þvældist Borgarfjörðin. 1900, snemma á 20. öldinni, seint á 19. Og hann var svona þessi típiski flækingur sem þvældist á milli bæja. Hann var ekki mikið fyrir erfiðisvinnu, en hann var alltaf með prjónana. Og hann var vinsælt að fá hann því hann þótti vel að máli farinn. Og var mjög góður í tóvinnu, þannig að hann gat setið og vann á við marga á kvöldvökunum eða þegar var verið að vinna ullina. Og það var sagt hann að hann hefði rakst á það var á Árnastofnun Ísmús, það var svona gömul viðtöl og þá var einn maður að lýsa honum og sagði að hann hefði verið furðulegur til kynsins, hann hefði ekki verið eðlilegur til kynsins. Það hefur búið að finna mynd af honum, ég held að hann geti sett hann inn núna, þannig hann. Já, hann er með prjónana sína og það eru eiginlega öllar myndir sem það er alltaf honum, á prjóna. Og það er sagt að hann labbaði á milli bæja prjónandi. Og það var einmitt ekki talað hann sem homma náttúrulega, eða sem, það var náttúrulega ekki til orðið hommi, en það var aldrei sagt neitt hann þegar verið að segja frá honum í borgfiski þættir og svona, aldrei minnst á það, var bara sagt að hann væri skrítinn, kannski þjóvottur og vel að máli farinn, góður lygari og eitthvað svona, en það var aldrei minnst á þetta, það var ekki fyrir löngu seinna að bók kom út æviminningar Málfríðar Einarsdóttir sem gaf út æviminningar sem hún segir frá honum að hann hafi verið kynvillingur og talar það sko. Þannig að það var í fyrsta sinn og þá svona, ég fann það ekki með að hafa sagt það, þannig að ég fór að garfa aðeins í hans sögu sko. En að því að dattinn mynd af honum Hanna Hamar, Haraldri Hamar, tókum við hana kannski inn. Þetta var merkilegur strákur. Hann var sonur Steingríms Thorsteinssonar, skálds, og var óbúslega listræn og bara klár og mikil smetinn, fór út og til Bretlands, gerði leikrit og til margt eftir hann sko, og mikið skrifaði hann á Íslandi þá sko. Síðan einhvern veginn fyrir hann að koma heim og þá að tala sko, þá fór homma, kynvillu orð af honum og hann var einn af þeim sem var mikið á Laugavegi 11, þar sem maður svolítið hittust og það var sagt að hann hefði verið geltur upp á Arnarhól. Það er saga sem gekk á einhverju ofbeldismenn tekið hann bara á. Já, það er sagt að hann hefði verið farið með hann, náttúrulega það segir ekkert það, en síðan deyr hann sko, lendir fyrir bíl. Þá var hann eldri, gamall maður sko, lendir fyrir bíl og þá kemur bara svona smá klausa og ekkert minnst á sko hvað hann hafði afrekað neitt. Þá var hann bara allt í einu ekki orðið neitt eftir
Já. En maður, já, Þá er það bara þetta eina. Ef þú stígur yfir þessa línu, þá er það eina sem að þú já, þetta er svolítið verður þekktur fyrir. Já, það er svolítið þannig. Og þetta er fyrir stríð. Þetta er fyrir stríð. Já. Og svo breytist allt í stríðinu. Síðan breytist allt í stríðinu. Þá streymdu hérna inn glæsilegir einkenni spúningsklæddir dátar og allt fór á hliðina. Af hverju ættu að segja þessu sögu? Mér finnst það bara nauðsynlegt og eins og við þekkjum núna eða sjáum núna þá er svona afturför í réttindabaráttu hinsegin fólks og mér finnst þetta skipta máli að segja frá og mér finnst líka að þessi menn sem að þurfti alltaf að vera í felum að við eigum, mér langar að draga það fram í dagsljósið og bara fá það út úr skápnum og allt þetta er svo mikið þöggun, þetta er svo mikið niðurlæging, talað illa þá og sérstaklega eftir stríð þegar þeir voru að vera sjáanlegir þá skellur þessi flóðbylgja á svona siðafárið þar sem að blöðin eru bara uppfull af fyrirsögnum kynvillinga sem að smitandi og alls konar svona, það eru sko ótrúlega mikið af eftir stríð strax eða fljótlega eftir stríð þegar að hommarnir verða sýnilegri að þá kemur svona harðari andstæða. Hvað er það langt tímabil? Frá stríðslokum fram til bara 78? Nei, þetta hættir alveg þannig á milli sko. Þetta er þannig bara ætli sé ekki svona í kringum 50 sem að verður þessi klikkun sko og talandi það er sko, á náttúrulega Mánudagsblaðið var rosalegt og hvað hét hann aftur ritstjórinn, ég maður það ekki hann var kallaðis alltaf Ajax hann skrifaði greinar alltaf hommana sko og hann var rosalegur þetta blað sko og fleiri náttúrulega þessi að Tíminn voru að blanda sér í þetta og þannig að þetta var svona eftir að þið fóru að verða Við ekki fordæmingu samfélagsins á stúlkum sem að voru í ástandinu en þetta er í einhverju mögnuðu veldi. Já, ég myndi segja ég kannski segja sko þetta var Þú talað við hópa manna sem að lifðu þennan tíma. Já, það voru undar ekki margir sem vildi koma fram það var bara einn sem vildi koma fram undir nafni sem að var sérst á lífi sem að var út úr skápnum sko, sem að Þórir Björnsson og hún langað að segja frá þessu og hann hefur alveg talað þetta bara í gegnum árin sko og hann vildi tala þetta og hann vildi láta þetta koma fram og já. Finnst þér að við mættum muna það betur að hann hafi verið að leggja það fram? Finnst þér að við mættum muna það betur þar sem hann hefði gert til þess að vekja athygli? Já, mér finnst það og mjög merkilega maður og hann var einnig líka af þeim sem að stóðu svolítið framalega í réttindum sem sagt samkynhneigðra á Íslandi, sérstaklega homma og bara, mjög merkilega maður þannig að þetta er nú svona ástæðan fyrir að skrifa þessi bók mér finnst þetta merkileg saga sem að einhver með má ekki gleymast sem var undir í Íslandssögunni gleymdist bara Herðu, Særún, þú ert að bæta í Íslandssöguna því að hún er margskonar og við eigum nóga höfðingjasögunni en það er eftir að segja svo margar aðra sögur og ég hvet fólk til þess að hvað heitir aftur svona síða það sem hann safnar svona Karolína Fond þetta var stórlúður ég hvet fólk til þess að kíkja þar inn og hjálpa henni við að skrifa þessa bók því ég veit að það eru margir að núti sem að vilja gera það og veit kannski ekki að því hvernig geta gert það en það er auðvelt að fara inn á Karolínu Fond Þar með segjum við bara þættinum í kvöld við rauðaborðið lokið. Ég minn ykkur á það að þið getið ekki þátt í því að byggja upp samstöðuna með að ganga í alþýðufélagið. Það er svona fjárhagslegur bakkjarl samstöðurinnar. Það sem að fólk borgar félagsgjöld sem er svona eins konar áskrift af þessu. Þessi prógrami sem er hérna á samstöðunni. Kostar sára lítið. Á morgun höldum við áfram að þá mætum við klukkan 8 með annan þátt. Þar sem við förum yfir fréttir þess dags og tökum fyrir ýmis önnur mál en takk fyrir í kvöld.